Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, hingað komin góður gestur, Jón Hallur Stefánsson. Þú ert skáld, trúbátur, útvarpsmaður. Eitthvað hef ég gert það, já. Og stundum blandar sig saman. Já, kannski, veit. Ég þú ert að gefa út plötu. Og það svona trúbátor sem svona sérstök svona staða í samfélaginu, eða ekki? Maðurinn með gítar eða piano eða eitthvað? Já, alltaf ekki, en þetta svona, sem sagt, já, það verður gaman að vita hver þér finnst þessi staða sé, fyrir Þess vegna fékk ég þig, sko, ég fundar svona vegna þess að við langaði að ræða við til þessi svo pistla sem að er á Rás 1 og hefur oft verið tengt Víðsjá eða Lestinni og kannski Eiríkur Guðmundsson fór með í hæðstu hæðir. Einmitt. Í gamla daga sagði ég alltaf að þú hefðir eiginlega mótað þetta form, sko, þú hefði verið svona fyrsta útvarpsskáldið. Já, það er ótrúlega, ég er ótrúlega vant að heyra það, sko. Sem það að þá útvarpsmaðurinn tekur sér allt inn í svona stöðu og fer með eitthvað svona monólóg, getur verið aría eða getur verið Facebook-status, þar sem að maður svona kallar eitthvað út í tómið ef það er eira eitthvað staða sem að grípur. Já, þetta er Þetta er form sem hefur verið á Rás 1. Já, einmitt, þetta er sko, þegar ég byrjaði útvarpinu þá breyttist mjög mikið kannski, sem sagt, einmitt þegar eins og Eiríkur og Hjálmar líka byrjuðu þeir sem sagt leiðu þér sem að ég hafði nú einhvern veginn ekki haft að ræna á að leiða mér að vera með ögrandi skoðanir í ég var kannski með kannski ljóðrænar skoðanir eða eitthvað sem sagt bjóð til eitthvað sem við hafði gaman að gera og en ég held að þeir hafi eða mér upplifað þannig að sem sagt þeir hefðu einlega búið til svona allt í einu mátti hafa sem sagt skoðanir útvarpinu og líka sem sagt allt í einu þegar ég byrjaði með Ævari í Víðsjá hér gamla þá fannst mann einhvern veginn Það sem að þeir drengir komu til liðs Hjálmar og Eiríkur Akkúrat, já. Þá þetta var nú uppalega sko var heldur Jón Ásgeir sem stjórnaði þessu þá fannst maður sem sagt ekki þú veist ef við komum út ljóðabók þá fannst maður þurfa að kynna hann það væri bara skylda út að kynna allt sem kemur út og ekki en það var náttúrulega í rauninni svo tíma að þetta var ekki hægt það þurfti að velja og hafna og sem sagt og það þurfti líka að hafa svolítið skelega skoðanir sem að þeir voru algjörlega óhræddir við að gera En ég nefndi útvarpsskáldið sko að því að hjá þér og svo var hjá Eiríki þá þessi svona þetta svona eitthvað svona ljóðræn eða listræn framsetning Ég var einhvern tímann með pistla á Rás 2 þá bara kemur og dundrar út einhverjum skoðunum ég ekki að tala um þá pistla heldur þetta sem að svona einhvers stað þú færir sko þann sem að mælir fram aðeins til þetta svona meira eins og innra tal sálarinnar eða aría eða eitthvað svoleiðis á meðan að svona pistill eins og ég fór með, það bara kallinn á kassanum. Já. Ég myndi aldrei kalla hann útvarpsskáldið. hann er bara predikari. Já, þetta er náttúrulega sko, sem sagt, útvarpsteksti og ég held að kannski allir útvarpsmenn fatta það smá saman, það kannski ekki alveg strax sko, en hann liggur einhvers staðar á milli sko talmáls og ritmáls. Þú getur ekki þegar þú skrifa texta sem er ætlaður til birtingar þá gildi einhverja aðeins aðra reglu sko og þú þarft að finna einhvern svona sönglandi tón sko sem að til að koma þessu láta þetta virka sko sem að fæstir geta náði í upplestri það þarf bara ákala að fá þessi náði yfirleitt þegar eru upplestur þá bara það er svona flest út og þú það er erfiðar að halda athygli lengi í upplestri
heldur í töluðu máli. Já, þetta eru sumir hafa þetta meðfætt eins og illu, það maður hlustar á hann sko, og þetta liggur í einhverju prós. Maður getur sofnað út frá því. Þetta liggur í einhverju prós. Það er ekki svæft fleiri heldur í illu. En hann nokkuð að netlu á sundarskvöldi. Já, nákvæmlega, mikil heiður að vera það. Það var ég nú sagt það áður að einu sinni átti ég tengdapabba sem var tónskáld og hann sagði þú ætti ekki að skamma þá sem að sofna á tónleikum og það er ekki dómur á músíkina því það er ekki hægt að sofna út frá það er bara hægt að sofna út frá góðri tónlist. Já, það er ekki hægt að sofna út frá vondri tónlist. Já, akkurat, já. Þannig að þetta er ekki, við verum ekki hallmæla illa. Nei. En þetta er ákveðið að þú veist, flesti sem byrja einhvern veginn þannig að maður missir tengsl við textan sko, sem svo mikið að þetta haldist. Reyndar, þú veist, þetta, ég held að mín svona, getur við sagt, ég hafði alltaf á tilfinninguna að þegar ég var búið til einhverja samsetta þætti þá mætti ég helst ekki tala í meir en 5 mínútur í einu, þá þurfti eitthvað að gerast sko. Þannig að ég hef ekki sömu kannski dáleiðandi rödd og kannski þeir alfærustu hafa sko, en jú, ég held að þetta hafi svona nokkurn veginn virkað hjá mér sko. Já. En þetta er svona, líka tengist útvarpinu, af því að útvarpið er svona einhver leyti, útvarpslustun er öðruvísi heldur en að horfa á sjónvarp. Og það er meira svona, hún er enganlegri og það er útvarpið er með annars konar svona, hvað ég að segja, burðargetu heldur en sjónvarp, það er bara þannig. Og það er þetta að vera með eitthvað svona tal í eyranu sem að getur verið íhult og verið með vangaveltum og svona, sem að tengist þessu sem að mér fannst þú verið að gera og Eiríkur gerði og svo margir hafa reynt að gera. Stundum er þetta leiðilegsta efni á Rás 1. Það var bara bölvað maður Eiríki að hafa búið þetta eða gert þetta svo eftir svona verðt að koma alls konar ungir efnilegi drengir og vilja fara í skónans og þetta er svo leiðilegt að þetta bara getur orðið verst út að setja í heimi. En þegar þetta er vel gert þá verður þetta náttúrulega nærið að þessari líka svona einhverju nálægð sem ég held að hafi verið styrkur að margir upplifa að þeir hafi bara eiginlega þekkt Eirík. Það er þessi nálað sem þegar hann er að tala, það var næri hlustandunum. Já, þetta er maður það röddin er svo sko, er svo nálægt sálinni sko, maður sem sagt og með útvarpi sko, kona mín býr til útvarp líka, hún er svo sett dansk útvarpskona, hún er með svona lýsir þessu sko eins og svörtu herbergi sem sagt, það getur allt gerst sko og þú getur látið allt gerast í útvarpi það sem að það sem þú leiðir hljóð og býr til ákveðin sko heim það sem að þú getur ráðið í rauninni mjög mörgu bara með mjög einföldum meðlum, það er allt annað en sjónvarp sem að bara til þess að, þú veist þú þarft að sína allt einhvern veginn. Já, einhvern veginn, sagt, það er svo mikið vesen að þú veist, þú ert fullt af fólki og þú ert ákvæða fyrir svona nákvæmlega hvað gerist og meðan að einn maður með upptökutæki og klippi forrið ef að maður vinnur með klippt efni og samsett efni hann getur runni gert þetta allt sko. Teiknað upp, hann getur látið dauðan birtast sem að getur verið stórkostlega erfitt í kvikmynd. Já, akkurat, já, það er ekki margir sem að hafa mann dettur náttúrulega Dauðinans Bergmann í þau sem svo eini sko sem hefur birst og verið eitthvað í líkingu við þann fornaða fjanda. Herðu, svo ertu skáld og yrkir. Já, ég getum við sagt skáld í löngu sumarfríi þannig séð sko því að langt síðan sendt fram bók. Já, en yrkir ennþá eða? Sko, já, það kemur alveg fyrir sko en ég býti mjög mikið á textum, söngtextum sko. Já. Það er að yrkja og svo er það að flytja ljós og svo að syngja ljós og þú heyrir að ég er að leika mér að þessu með pistilinn og þessu stafa og ég er út af bara svona einhverju hvað ég erfitt með að skilja heiminn. Þá hefur ég verið undan mér núna í sumarfríinu, ég fór í sumarfrí. Þú hefur verið að þýða ljóð. Það hefur verið að þýða ljóð og þá var það bara ákvað að fara í sumarleifinu þangað.
og þá ég svolítið að velta fyrir mér ritmálega því ég náttúrulega vinn við að tala hérna þá ég bara, ég í lyftingum aðeins í ritmálinu hérna á kvöldin. En ég samt verið að hugsa því að maður situr hér og að tala og þetta allt eiginlega, við klippum aldrei neitt og þetta bara list augnabliksins. Einhvern leyti ljóðið, hérna vill eiginlega vera hvort tveggja. Það vill liggja á blaðinu, en það vill líka verða mælt fram. Hljóma. Það rétt. Þetta er ákveðin svona tónlist í öllu. Það það og sum ljóðskáld geta verið ótrúlega góð í flutningi. Einmitt. Á þess að nota nokkuð músík heldur bara rímfall eða hvað það heitir alltaf. Já, einmitt. Það hérna, sko það sem sagt, það nú svona til svona ákveðin gamall skóli í flutningi á ljóðum sem er svona syngjandi og hérna Baldur Óskarsson var að segja hans góður í þessu og Rafael Alberti sá ég einn svona Spáni hérna, veistu hver hann hann gamall vinnur Lorca sem þú varst að þýða ljóð eftir núna fyrir nokkrum dögum og hérna, en sem lifði miklu lengur, þú veist, hann lifði alveg fram undir aldamót held ég bara en hérna og þetta held ég nú sé þegar maður hlustar á akkurat þessa tegund af hérna, þá finnst mann að kannski stundum vera píldu eins og hérna gamall maður hefur kannski komið leikrit að stílinn sé einhvern veginn ekki við hæfi nútíman sko en það er auðvitað samt hérna ljóðskáld ég veit ekki sem að hafa þetta alveg gríðarlega á valdi sínu sko, þennan hérna, finna sin eigin tón í upplýstunum og geta einhvern veginn láði ljóðin syngja og einhvern veginn myndirnar, þetta náttúrulega byggist upp á myndir og búið til myndir í hausnum á fólki. Þá upplifun á ljóðinu verður þá einhvern veginn komin inn í augnablikið þegar maður verður að hlusta. Sem svolítið öðruvísi heldur en auðvitað það náttúrulega augnablik þegar maður les ljóðið. En þegar það liggur á blaðinu þá það samt ekki alveg í augnablikinu. Af því ég get bakkað. Já, akkurat, já. Stoppað. En maður skinnir þetta náttúrulega mjög oft sem hérna, mjög oft sem rödd sem að tala, sko. Já. Og hérna... Á blaðinu? Á blaðinu. Annars virkar ljóðið ekki. Þú verður að heyra rödd ljóðmælandars. Já, akkurat. Einhvern veginn. En hérna, sem sagt, ég píldi upptekinn núna af skal ég segja hérna, hana, sem sagt, nú, hérna, rannaðis út í fyrir mér, ég er búin að glemma hvað, hérna. Varum að tala hérna ljóðið sem hérna á blaði og í... Já, ég er hugst tala hérna, gamla ljóðformið sem hérna, með fórhaldi ég mun ekki orðið sko en þetta er það sem heitir skjaldkvæði en það heitir bara ekki það heldur drótkvæði einmitt, já. Það sem að þú veist, það er rosalega heitlandi kveðskapur og sem sagt en þar er lesandi sem settur í þá stöðu að hann getur ekki verið í augnablikinu, hann þarf alltaf að vera að raða saman hérna sem sagt leið og hann heyrir tónlistina sem er tónlist augnabliksins þá þarf hann alltaf að vera að raða saman merkinguna af því að dróttkvæðskáldin eru hérna sem sagt klippa þetta niður og raða þessu upp á einhvern annan hátt sem að stundum getur verið erfitt að sérstaklega ef maður ekki þjálfaður í því en það er þetta ekki einhver leyti er þetta alltaf líka til staðar maður fylgir hérna sem sagt línunni sem röddin býr til en í rauninni býr röddin líka til eitthvað sem er svolítið eins og málverk sem að hérna er þetta hérna Já, þetta er ekki einfaldur svona, þetta er ekki eins og einföld laglína heldur kannski líkt því sem að konan þín var að lýsa með svarta rýmið maður býr til það er einhver strúktur sem verður til sem að þetta er ekki allt sko hérna rödd Nei. Þetta er ekki allt, þetta er líka en það er þetta svissa á milli þess að vera í röddinni og koma svo með eitthvað allt annað. En ljóðið á blaðinu og síðan það upplestur. Ég var nú að leita af honum hérna því að þú varst að vitna til spænsks skálds að þá maður hérna í Argentínu sem
var svona á mörkunum sem var svona talandi trúbador. Ég var að reyna að rifja upp hvað hann heitir. Byttu nú við, já. Sem að, ég skal finna það bara á leiðinni, sem var svo áhugaverður af því að hann var með gítarinn og svo söng hann, en hann mælti líka fram bara löng ljóð á svona ótrúlega skemmtilegu svæði, svona tilvistarlegrar, svona tilvistarleg sýn á lífið, hvernig við værum svona eins og ferðalangar í lífinu. Ég ætla að finna hann hérna á eftir og nefna hann við þig. En síðan ertu komið með trúbátur sem komið með laglínuna. Og þá þetta orðið svolítið öðruvísi. Já, það er hérna... Laglína nýtir þér á því að verða raunverulega svona einfaldari ljóðmælandi, eða ekki? Jú, það má segja það, sko, sérstaklega hérna, sérstaklega, þú veist, ef við tölum getum við sagt pop eða alþýðu tónlist, það sem að þú veist, það er ákveðin lengdamörk, þú ert ekki mikið með 11 mínútna lög nema sér Bob Dylan sem að eða þú veist, það er þrengri ramminn sko að því leitum til, bara lengdina og í rauninni sem sagt ég segi bara fyrir sjálf mig, ég skal viðkynna þó að sé ekki mér í haga að ég hlusta mjög mikið á tónlist aðeins að hlusta á í rauninni orðin, sko. Þetta er mjög mismunandi. Ég veit að, ég var að ræða þetta við son minn daginn og kærastan hans, hún, orðin eru það fyrsta sem hún tekur eftir, sko. Það er þar sem hún, en ég, sem sagt, hef nú annað með á þann ósið að vinna mjög mikið með tónlist í eyrunum, þá get ég ekki tekið orðin inn, sko. En svo þetta... Svo getur við hlusta á eitthvað lag og svo heyrir textan. Já, nákvæmlega. Eins og ég að því að vera að tala um spænska músík, ég kann ekki í spænsku. Þannig stundu tek ég bara finn textan og setja hann í Google Translate til þess að vita hvað er. Akkurat. Og það er náttúrulega, það hefur svona áhrif, en það er samt sem við svolítið að segja að maður kemst svolítið, það er tilfinning sem að kemur í gegnum músíkina sem er ekkert í orðunum eða þú veist, sem er ekkert háð orðunum. Nei. Ég get ekki annað dæmi, ég bjó eins og í ár í París og held að ég gæti bara horta á dans og óperur og fara á tónleika en gæti ekki farið í leikhús. Svo let mig að hafa það að fara í leikhús og fór á Macbeth því ég vissi svona meira og minna hvað það var. Og þá rannu fyrir mig, ég get alveg farið á í leikhús í Fraklandi. Ég þarf ekki að skilja eitt einasta orð. Nei. Því það er eiginlega langstæðsti hlutin af leikritinu eru utan orðana, sko. Það var mér svona ákveðin opinberun, sko. Já, það er þetta, sko, sérstaklega núna seinni getum við sagt áratugin þá eru þetta textaleikhús það er náttúrulega farið við erum komið mjög langt frá því í rauninni, sko. En þú getur hort á Tjeskov án þess að sko skilja textan, þú getur hort á hann á frönsku ef þú skilur hann ekki. Já. Og þú þetta er þarna, sko. Já. Einmitt. Það er svo skrítið, sko. Þótt að orðið eins og mikilvæg orðana að þá getum við sko hlustað á orðin á þess að skilja þau nákvæmlega en bara í tjáningu mannsins, sko, sem er leikar á sviði eða trúbátur að syngja. Að þá náum við ótrúlega miklum skilningi. Já, einmitt, svona í framhaldi af því ég er algjörlega samanlegaður og í framhaldi af því, sko, sumur af svona eftir minnilegustu bíómyndum sem ég séð hafa verið það sem ég skildi ekki. Ég sá mynd eftir Bertolucci sem heitir 1900, það heitir kannski eitthvað annað. Það er því stóra þarna sem var á amerísku leikurum. Það er ekki hún, það er allt önnur, miklu eldri mynd. Og ég sá hana mitt bara á ítölsku í Ítalíu og sem sagt þá er einhvern veginn virkast athyglinni allt öðru sem maður er einhvern veginn fullu að og sem sagt ég man rosalega vel eftir stemmingunni í þessar mynd þó að ég sem sagt skildi ekki allt og skildi alls ekki allt, sko, því að á þeim tíma þá talaði ég heldur ekki spænsku sem hefði hjálpað mér og sama man ég eftir á Mándagsbíó með
sem sagt Satyricon Fellini sem ég nú aldrei séð síðan þá, ég var kannski svona 12-13 ára og þetta var svona ítalsk tal og dansku texti sem ég var ekki flinkur í þá. En hún sat rosalega lengi í mér sem mynd, sko, sem sagt að fyrir bara út af, meðal annars út af, sem sagt að fyrir tungumálið varðarna, maður skynja að það fór einhver svona, getum við sagt, tungumála, getum við sagt, hvað segir maður, tjáning og samskipti fram, en maður þurfti að gíska á allt, sko. Já, eins og þegar ég var ungur þá sýndi Ríkisútvarpið bara allan Shakespeare, löngu áður en að ég hafði nokkra þroska til þess að geta skilið það og Eisenstein og alls konar myndir sem að maður dró inn sem bara barn á þess að skilja það. Þú nefndi Bob Dylan á hann að eldri bróður minn kom með hann heim, sko, þá var ég eitthvað 8 ára eitthvað og ég drakk hann í mig og geng ennþá með hann í mér, eitthvað trega sem í honum áður en ég gæti skilið orðin að einhverju viti, sko. Þetta er merkilegt. Og að þú nefndir þetta með bíómyndir, það var eftirminnistra sýning sem ég var á þegar Fjallakötturinn var þeir í Tjarnarbíói, þá var frekar veik sýningavél sem hentaði reynda tjaldinu illa. Mér var sagt að þetta hefði verið keypt af pakistanska hernum sem eru líklega eitthvað gamanmál frá Friðrik Þór Friðrikssyni. En lampinn í vélinni, hann bilar, þetta var frönsk mynd, ég man ekki hvað hann heitir leikstjórinn, en þetta er ungan mann í svona miklum sálarháska inn í París og hann þvælist á milli og talar við alla og hann enda með því hann drepur sig á leiði í kirkjugarði. Gríðarlega mikið talað eins og þú veist bara, en hann byrja að bila lampinn, þannig að það verður alltaf dimmara og dimmara og svona síðustu 20 mínútum þá er maður næstu því í myrkri bara með hljóðrás á frönsku sem maður skildi ekki, en þetta er einn eftirminnilegasta bíóferð sem ég ferð á. Það er gríðarlega áhrif á mig þessu mynd og ég myndi aldrei þora að horfa á hana, sko, öðruvísi, því að myndi sem ég sá er kannski ekki myndi sem var búin til. Nei, nákvæmlega, þú veist, þetta er að veruleikin kemur að blanda sér inn í þetta. Ég var eins og frumsýningu á Farsa sem sagt sem að Egill Ólafsson meiddi sig í síðustu senu fyrir hlé, sko, og það var mjög langt hlé og mikið kampavín borðað borð, sko, og sem sagt það gjörbreytti sýningun, maður sá alveg að hann haltraði og það hefði komist kvittur hann hefði meitt sig, en hann hélt sýningun út, sko, og þú veist, þá var þetta svona element úr raunveruleikanum sem blandaði sér inn í raunveruleikinu er alltaf svo spennandi, sko. Þetta tengist því sem við erum að segja með ljóðið á blaðinu og svo flutningin. Það er list sem er varðveitt og svo list sem er ekki hægt að varðveita og er bundin svona einkanlegri upplifun okkar hverjum tíma og ég held að þetta tengist því sem við byrjum að tala sem er pistillinn sem er bara ein upplifun. Ég held að það sé ekkit gáfulegt að fletta upp í komnum pistlum og hlusta og ég veit það ekki. Nei. Það gefað út allra síst, sko. Já, það getur verið, þú veist, ef pistillin er búin til þess að hljóma, sko, þá er ekkit endilega vist að hann virki að vel á pappír. Ég ætla einmitt að fyrir að var að segja, sem sagt, sveik sjálf á mig með því að segja að ég hlustaði ofta ekki á en það er einmitt svo gaman, sko, þegar maður heyrir eitthvað sem að þú veist, maður fæði það og þá verður maður að hlusta og þá byrjar maður að læra aftur að fletta jafnvel textan með, sko, og þannig að en auðvitað er þetta þannig að sem sagt já, það er ekki allir texta jafn góður og það er allir í lagi að leiða saman framhjá sér og ég kannski, þótt ég búið til lögu þá tek ég alls ekkert nærri mér þó fólk myndi ekki hlusta á textan og það er bara þeirra mál, sko. En er það þannig að ef maður er með svona ekkert sérstaklega gott ljóð, ef maður býr til gott lag við það, þá sleppur það? Já, en maður pröfa að lesa suma textum Billie Holiday og þeir geta alveg verið flatir, sko. En hún með sinni rödd, hún býr eitthvað annað til úr þeim sem að þú veist, það er ekki allir textarinnar Strange Fruit, sko. Nei, það er kannski þetta sem að ég hef verið stundum að segja sko, fegin að við sem að koma út úr tíma ritmálsins
sem að kom með prentinu og náðu okkur einhvern veginn, þannig að þeir örfáu sem að hafa alvöru tök á ritmálunni hafa drottnað yfir okkur, en núna erum við komin í eitthvað svona umgerðir og fleira sem við getum talmál og fleira, og þá munum við bara ADHD fólki allt saman koma og þú veist ná svona eðlilegu stöð í samfélaginu. Þetta sé bara menningabylting sem er bara stórkostleg. Ja, þetta er góð punktur. Já, því að betra Billie Holiday sé að túlka mennskuna fyrir okkur. Hún hefur ábyggilega ekki verið hún hefur ekki verið kannski ritmálskona mikil. Já, ég skal segja bara kemur alltaf upp í hugan, ég þetta pildu upptekinn af, en það ég var að hlusta svolítið mikið á breska þjóðlagatónlist sem daginn finnst mér ekkert skemmtilega, en ég menn þetta er alveg heil heimur, maður heyrir hann aldrei af því að þetta kemur ekki inn í pop menninguna í rauninni eins og kannski amerísk þjóðlagatónlist hefur meiri tilhneigingu til að gera. Það er ein kona sem skal segja var með hljómsveit sem hétt The Watersons. Þetta voru 3 systkini sem urðu munalaus sem sagt snemma á ævinu og aldust upp hjá minnum í Grimsby eða Hull eða einhverjum slíkum stað hjá ömmu sinni sem var síkunni. Og þau byrjuðu að syngja saman og kunni engar nótur eða svoleiðis, en voru svo sett vinna með þjóðlaga arfinn og er sennilega kannski eina þekktustu tónlistafjölskyldum í breskri þjóðlaga tónlist. Ein þeirra sem aldrei segir neitt í viðtölum og aldrei sem sagt hún er bara eða allavega, ég er enda bara séð eina heimildamyndum fjölskylduna, þá er komin inn í hljóms eiginmaður annar systurinnar sem heitir Norma Waterson, sem heitir Martin Cathy, fyrir ekki nú er ég að skella á þig, en og það var maður sem kendi Bob Dylan til dæmis lagið Masters of War sem hann stál svo, og sennilega hefur hann líka kent hann að plokka, því hann var kom allur annar næstu ég góður og KK í plokkinu. Já, hann var alltaf góður í plokkinu, Dylan þegar hann kom frá Bretland en ekki á en alltaf hún heitir Lal Waterson, þessi kona. Ég get mælt með henni við það fyrir að þú ert áhamar það. Hún býr til mjög svona sérstaka texta. Hún var aldrei neitt fræg. Hún var svona kult og dó frekar ung, búin að hún var þá búin að gefa út held ég 2 sólplötur og eina plötu sem hún gaf út með bróður sinum. Það sem er lag sem að syngur bara þessa dagana í haustum að mér svo mikið sem að mér minnir að heiti Roses and Wine eða eitthvað, Red Wine and Roses held ég að heiti. Þú veist, þetta er það er akkurat, ég var að hlusta á hana bara með öðru eyranu, þá allt í hennu kemur eitthvað sem að bara einhver tilfinning, ég menna ég var bara og þú veist og hlustaði síðan bara mörgunsum akt á þetta lag því þetta er magnað. En ensk þjóðlagamúsík, hvað er það svona, eitthvað er frá keltunum sem vill alltaf einhvern veginn að verða harmonikumúsík einhvern veginn? Já, það er sekkjapípa eða fiðlan í ískri músík sem að sumtaði sem vill það vera eitthvað svolítið svona? Já, sumtaði akkurat þessu, þetta getur auðvitað verið gaman en þetta er svolítið í okkar stundum finnst manni eins og lögin hans Bubba vilja verða harmonikulög, það er eitthvað svona íslenskt í því. Já, akkurat, það er bara fallegt, en já, svona, þú veit að meina svona Dubliners skólinn eða hvað. Já, svona keltnesmusik sem þeir eiga svona svipað tón sem að er líka evróst og getur verið í svona gyðingamúsík og síkjunamúsík, ég veit ekki, þetta er náttúrulega bara annar heimur heldur en svo ameríski, sem náttúrulega ameríski heimur tekur náttúrulega þessa músík líka. Já, þetta er rosalega, og sérstaklega á tímabilið þá var það ofbúslega mikið samkrull, það var, þú veist, náttúrulega mörg af þessum lögum sem er ennþá sungin í Bretlandi af þeim sem að
þeim sem að ganga í sjóðina sem að það voru nokkrir sko sem að skráðu þjóðlög á 19. öldinni og þú veist það alveg bara risastór söfn af þjóðlögum sem að hefur verið gengið í alla tíð síðan sko. Fyrir utan að sum af þessum lögum hafa lifað í bara sem sagt frá mann til manns og eru til í alls konar gerðum og svoleiðis. En hvað ætla ég að segja, að já, og sem sagt, mikið af bandarísku, þú veist, þegar þjóðlega bylgjan var að koma þar, þeir fyrir utan að þessi lög höfðu mörg hver flust til Bandaríkjanna og voru til það líka, þá flæddi þetta saman, sko, fólk lærði hvort á öðru og sem sagt, þetta var fallegur svona samrunni eða svona samtal þess að tvekja hefða sem gerist þarna kannski 60-70 mikið sko. Já. Og Dylan rendi sér inn og stál einu lagið. Hann sagði nokkuð tímann að hann spurði hvernig með þetta sem er lög að taka eitthvað lag sem þau líkar og breyta því þannig til það er orðið þitt. Já, akkurat, já. Hann hefur aldrei sko farið neitt lengt með að hafa sótt til og ég hef aldrei andmælt þessum sko sögum sem hafa verið það sem hann hafi verið svolítið jarðtækur til annarra menn að verka. Nei, hann mun hafa staðan að verki sko. Já, og hann hefur aldrei andmælt því sko. Nei, ég held að myndi ekki að andmæla neinu, hann er ekki þannig maður sem fara eitthvað að skipta sér að menn sé að rakka niður sko. Nei, og líklega myndi hann segja að til þess að vera góður þá er þetta að vera góður í það að stela. Já, einmitt. Það var smekk á því að stela. Love and Theft heitir platan hans, þú má ekki glemma því. Já. Herðu, en þú átt að gefa út plötu og það átt að spila piano. Já. En ég suðaði hvort ekki að þú vildi koma með gítar og þá sagðist þú vilja koma með ukulele. Já. Viltu ekki spila fyrir mig eitt lag? Jú, ég get alveg gert það. Ég ætla að finna nafnið þessum Argentínumanni því að ég ætla að fá nafnið hjá þér á spænska skáldinu. Já. Þannig að við skulum vera að skiptast á svona ábendingum. Já, það verður gaman. Það er sem sagt, ég fekk eins og lista hjá úrugvæskum vin mínum yfir argentíska tónlistamenn sem ég ætti að kynna mér og það er alveg heil heimur líka sko. Það er mjög gaman að ég var að tala um að fara í sumarleyfi til Ljóða. Já. Það er mjög gaman að þvælast svona og fara bara til þess að það er kosturum við þetta dót. Já, akkurat. Það maður getur farið og maður fær ágætis leiðsögn í því að leita að einhverju og ég meina maður getur bara valið eitthvað land og farið og Hefurðu farið gegnum Gardel, Carlos Gardel? Já, spilaðu lagið, ég skal svara þér eftir augnablik. Hann er svona fyrsti tangosöngvarinn, sko. Ég var með hann algjörlega heilan í mörg ár, sko. Hann hefur haft óbætanleg áhrif á það sem ég er að gera sjálfur held ég. En hvað ætlar að spila? Hann það, já. Hann sagði... Ertu að ná í textan? Já, ég ná í textan. Ég er svona þess að... Maður gleymir náttúrulega því sem er eldist. Já, nei, ég hef aldrei verið góður í að... Einstaka texti festist vel í mér, sko, en annars hef ég bara ekki verið góður í að en ég held, kannski spilið sem ég held ég kunni nú alveg að kunnu lögðina, þetta er... Ég gekk vor í grænan skóg með geislapollum hér og þar á milli trján og vissi vel að við tvö hefðum gengið þar. Í hendi bar ég hólan staf sem höfðu menn úr rörum byggt með skeft og hnot og skakkan gikk. Skothólfið hlaðið miðið tryggt. Og svo bar mig að svartri tjörn, hvar svani liðum báru tveir. Ég vildi sanna fyrir víst að við tvö værum ekki þeir.
Ég lyfti köldu skjaftakinn og kom í miðið fuglum tveim af illskuld ég athuga hvort ástin mundi bjarga þeim. Frá líf að dauð lítið skref, einlausleg snerting góms við gikk, gat byrstuð fyrst hið bjarta par, ef brátt ég stæði við minn grikk. Það stemdi í hinn stóra kveld, stafurlaus mitt auga og geð. Og þögnin varð að lengri þögn, ég þyrmdi þeim og okkur með. Með tvíleipun í hægri hönd, ég hélt til bak og hjartað brann, fagran heyrði ég svanasöng sólstafinn og kærleikann. Takk fyrir þetta. Ég fann hann heitir Facundo Sabral. Þekki hann ekki. Nei, ég ætla að vísa þér á honum. Já, og þú vísar mér á ensku konuna. Já, akkurat. Ég talaði við mann, barnageðlækni, Björn Hjálmarsson, sem að margir þekkja á þriðjudaginn. Og tala líðan barna og hann var að tala svona hvaða ráð við höfðum til þess að hjálpa börnum að svona styrkja sjálfið og hann svona jungískur svolítið og líka í svona næstu buddískur stundum í svona nálgusinni, mjög gaman að tala um það. Og eitt sem hann sagði að við höfðum áður skáldin til þess að orða tilfinningar og hugsanir sem við gáttum gengið inn í. Já. Og svo mjög fallegt á honum og sérstaklega því ég var að dunda mig við að hitti mig að því ég er að dunda mig akkurat við þetta að reyna að fá eitthvað sans í heiminn með því að þýða gömul ljóð. Já. En það er fortíðin í þessu þegar hann segir þetta. Við höfðum. Já, akkurat. Þannig að það var eins og skáldin hafi ekki lengur þennan sess. Já. Að það er að við erum að lifa í einhverjum glundróða heiminum og til þess að geta skilið hvað er að gera í heiminum þá verðum við að fá skáldin til þess að orða eitthvað fyrir okkur eða orða og syngja. Já. Heldurðu að skáldin hafi svona minni sess núna heldur en fyrir 70 árum? Örugglega ég held að það sé engin spurning um það og ef þú fer aðeins lengra aftur, ég meina... Og hvernig með það kennar að skáldin eru bara ekki að yrkja neitt sem að við erum að hugsa um? Jú, það er það náttúrulega en sem sagt já, þú veist, bara ef þú hugsaður fyrir bara þjóðskáld, hver getur síðastur átt tilkall til þess, sem að eða skáld, þjóðskáld, þetta er Megas. Já, hann já, hann er náttúrulega stórkostlegur listamaður, engin spurning um það, Hann umorðaði alls konar hluti, ég er náttúrulega þeirri kynslu og það er svona heppinn að þú veist það var kynst honum og hans list og Degi Sigurðar og fleiri sem að Guðbergi og fleiri sem að bara maður vissi ekki að mætti hugsa svona. Nei. En svo Megas ég hef stundum hugsað að þú veist að sé svona bara þú veist ákveðin gjöf fyrir okkur sem skiljum íslensku að geta þú veist eins og Njála. Já, eins og Njála Og eddukvæðin, ertu búin að vera líka í þeim? Þetta eru gamli menn sem ég er að týna til. Já, þetta er sem sagt, ég held að sé bara fínt, ég meina, Skáldin hafi ekki þennan sess lengur? Já, eða þú veist, sem sagt,
viljum við endilega að einhverjir hafi vit fyrir okkur, ekki bara betra að... Nei, þetta ekki beint þannig. Segjum að við tökum þetta sem Björn að segja og við förum aftur að því að þú ert að trúbadórast. Svona, ég veit ekkert það, en trúbadórar á miðöldum að þeir ferðuðust og þeir skilgreindu meðal annars ástina, ástarsorgina og söknuðinn og ef þetta hefði ekki verið orðað allt saman þá hefði ég verið bara í linnulausu hugarvíli, mér vantaði einhverja sögu til þess að skilja þær tilfinningar sem barðist í brjósti mínu. Var ekki sagan sem er byggur til að miðöldum einmitt hugarvíli sem að... Já, svo er það náttúrulega, að hægt og bítandi þá getur þetta orðið, þú getur fastur í vitlausri sögu. Já, hún er ekki endilega vitlaus, en Nei, hún er alltaf... Jú, hún getur verið það, við getum bara nefnt svona eins og þjóðarsögur, það eru margar bara stórir hópar af fólki sem eru fastir í vondri sögu sem að hjálpar þeim ekki. Þannig að sagan getur líka verið skaðleg og hún endurnýjast ekki. Þess vegna þurfum við lifandi skáld sem endurnýja alltaf söguna. Sko. Já. Þetta hefur náttúrulega, sko, þetta er svo víðfeðm spurning sem þú kastar á mig, sko. Þetta er náttúrulega hefur líka gera ekki bara með ljóðskáld heldur, við höfum líka Balzac sem hún verið að tala að hafi búið til, sko, hvernig borgarastéttin, hún vissi ekki var vera til borgarastétt sem vissi ekki akkurat hver hún væri og hvernig hún ætti að hafa sér fyrir hún lasa í bókum Balzac og Ég má skjóta inn að þá hef ég alltaf sagt að sko millistéttarblaðið sem verður til og á blómatíma á Vesturlöndu kannski á síðustu öld. Millistéttarblaðið? Dagblaðið. Já, dagblaðið. En það er uppgangur ennþá í Indlandi og ástæðan er svo að þetta er gæt, þar sem að þú kemur úr sveitunum og flytur í borgina til þess að vita sko hvað þú átt að hugsa, hvernig þú átt að hugsa, hvaða smekk þú átt að hafa og hvað átt að vera að gera. Þetta er eiginlega bara svona gæt það, þannig að þú kemur inn í borgina, sveitarmaðurinn, og lest blaðið bara þitt á hverjum degi og smátt þá ertu bara orðin fullnuma í því að búa í þessum heimi. Þannig að svona getur sko sagan og tungumálið verið sterkt. Já. En er ekki einmitt þannig eins og kannski þú veist, sum af þeim blöðum sem þú hefur búið til hafa verið hugsað að þú veist að vera með á... Það var maður kannski var Moggin þarna og Rúv og svona fleiri voru að segja þetta en það vantaði einhvern til að segja þetta og þá gaf maður út pressuna inn í þetta og mér finnst þessu einu sem gaf ég út eintak sem var bara eins og bara pönkljónsitt sko. Hún var svo mikið á jaðrinum og svo ögrandi og eitthvað fleira og svo hef ég gefið út svona ýmis konar annars konar blöð sem er að reyna bara að hitta í eitthvað sem er ósagt, sem er vettvangur og stefnumót til þess að endur skilgreina samtíma sem við lifum og passa okkur á því að það sé sagt sem fyrst það sem er í gangi því það getur verið vont fyrir samfélagi að vera haldið niður í lengi og svo ætlum við að taka það upp seinna, þú veist það er mjög mikilvægt að eins og bara í listum, það er mjög mikilvægt að hafa skáld sem eru svona röddin, það sem rennur í gegnum þá ýmislegt sem er í einhverju deiglu og enginn hefur almennilega orðað áður. Ég held að við séum nú alveg með þannig skáld, sko, ég vil sem sagt, mann mest fyndi að lesa smásagnasafnið Fríðu Ísberg. Hefur lesið það, allt í einu man ekki hvað heitir, en þá, hún, sem sagt, allt í einu sá ég á prenti orðaði svo ofbúslega mikið af hlutum sem að ég, þú veist, þekkti ofbúslega vel úr samtölum, sko, en það hafa aldrei komið á prent. Akkurat. Og ég talaði sem sagt danska vinkonu mínu sem er les íslenska bækur af miklu kappi sko og hún hafði akkurat upplifað nákvæmlega það sama sko. Þetta væri verið að koma orðum yfir hluti og hugsanir sem að hefði allir þekktu en hefði bara ekkert átt heima í bókmenntum en núna sem sagt allavega þetta er auðvitað sem sagt það er ekki það að þetta sé eitthvað kannski sem að enginn hafa nokkuð tíma sagt áður en bara íslenskan nú í dag og það komst einhvern veginn yfir á dönsku þá var þetta eitthvað sem að maður fann sko. Þetta svipað og getur verið leikhúsi og allt innu er persóna upp á sviði sem hefur aldrei fengið að vera upp á sviðin áður. Það er rosalega skemmtilegt að það er svona opnast. Og þetta segir okkur hvað er mikilvægt að við höfum eitthvað svona sem ég held að Björn hafi verið að vísa til. Að sé eitthvað svona fyrirbrigði í samfélaginu.
Einhvern veginn gæti fjölmiðlarnir gert þetta, við byrjum á að tala pistla sem bara hluti af fjölmiðlum. Einhvern veginn trúbátur getur gert þetta, skáldi getur gert þetta. Því að stofnaninnar sem eru að reyna kannski að viðhalda samfélaginu eins og það var, eða ætti að vera, sem náttúrulega kannski ennþá klikkara. Við ætlum að fjalla heiminn eins og hann ætti að vera, sem að getur verið svo mikil mara á samfélaginu. Akkurat þess vegna þá ég svona pínlítið já, þú veist, ég bara svona hugsa aðeins inn í mér þetta með að við séum búin að missa skáldin sem að leggja línurnar, hvort að það sé endilega svo vont, sko. En þeir orða það sem líðan okkar. Já, auðvitað, en ég held að það sé ennþá, sko, og sem sagt, kannski, en nú líðan okkar bara svo fjölbreytt. Og við höfum svona, sem sagt, fjölbreyttari hópa af, sem sagt, í staðan fyrir einhverja svona, sem sagt, einhvern, Davíð Stefánsson eða Einar Ben sem segir hvernig heimur það pröfa aftur að reyna að selja þetta. Nú erum við að horfa og vorum að fjalla fyrir þættinum þjóðarmorð og Gaza. Já. Og þú ert líka á Facebook, eða ekki? Jú. Og sérð hvernig fólk tjáir sig og það er verið að deila þetta í svona næstu eins og svona dómsal og eitthvað fleira. En þetta mál snerti líka það að hver er staða mín sem einstaklings á þessari jörðu. Af hverju tala þessi viðburður svona mikið til mín og af hverju finnst mér ég þurfa að gera eitthvað og hvert er vald mitt til þess að gera eitthvað. Þannig þetta er á svona einkanlegu svæði líka. Við þekkjum eldri ljóð Palestínum Kristján Djúpalæk Slésaskut í Palestínu. En ég er að tala um þetta að inn í einhverju svona, það sem eru hamfarir, að ganga yfir okkur hamfarir, þetta eru ömurlegustu atburðir okkar aldar. Algjörlega. Og þeir snerta pólitíkina og þeir snerta ábyrð hópa og fleira, en þeir snerta líka okkur. Ég myndi vilja fá aðeins fleiri ljóð. Kannski. Ef ég má rétt upp hend og panta. Akkurat, já. En við þurfum samt ekki ljóð til þess að taka afstöðu í Palestína því að þetta er þú veist Jón, ég er ekki að segja það maður þurfum að taka til þess að taka afstöðuna en bara til þess að skilja hvað er að koma yfir mig því að ég get ekki verið þannig að ég taki afstöðu og sé reiður og sé barátt og fleira. Ég er líka einhvern veginn að skilja það hvað áhrif þetta hefur á mig sem einstakling og persónu, hvernig það leggst inn í samvinsku mína, hvernig ég á að lifa með þessu. Sko, þetta er örugglega alveg rétt, ég bara, svo ég seti það án ég byrja að koma með, hann byrja að rífa þetta niður, eða ég ætla ekki að rífa þetta niður, en bara koma með annan punkt, sko. Sem sagt, þetta er örugglega alveg rétt þér, en það er líka samt með, sko, alla svona hvernig segir maður þetta á íslensku tónlist, sem sagt ljóðlist eða bókmenntir sem taka afstöðu, sko. Og nú kannski ber okkur aftur að Dylan sem sagt sem í rauninni kemur upp sem svona afstöðuskáld, sko, og talar ranglæti heimsins. Ekki síst í Masters of War sem var þess nákvæmlega. Og svo hver hann frá því að fyrir hann finnst það þrúandi en sem sagt sko það til svona málvísindalega greining á orðræðu sem sagt hvaða sem gerist í nú er ég ekki að tala um einhverja tiltekna orðræðu heldur bara svona kenning hvernig samskipti eru, sko, það sem er í einhver sem maður segir, það er sem sagt, eitt er skilur skilabóðin kannski sem við getum sagt. Annar sem verður ekkit skilið frá hérna en er þarna líka í sínum eigin kanal, það er sem sagt sá sem talar. Alltaf þegar þú segir eitthvað, þá þú líka að segja sem sagt búið til mynda sjálf, það getur sagt. Og þriði kanalinn er sá sem hlustar. Hann getur líka verið sem sagt er líka inn í öllu tali, þá er sá sem hlustar hann er líka vegna þess að þú og til dæmis í fjölmenn þá passar alltaf að sá sem hlustar hann skilji hvað þetta segja, sko, þú getur ekki hunsaðan algjörlega og vera að tala eitthvað sem bara þú skilur. Og
eitt í viðbót sem sagt kanallinn, það er þú veist, og þá eru komin kannski svona meta, það getur verið skilaboð sem en málið sem ég ætla að reyna að segja með þessum langa formáli sem sagt þegar þú tekur notar til ljóðlist til að taka afstöðu sem ég ekki að móti og ég alls ekki að móti og þá alltaf ákveðin hætt á því eða þú kemst ekki hjá því að þú líka að segja ég maður sem segir þetta. Já, en ég var ekki að panta svoleiðsljóð sko. Ég var ekki að panta næsta svor. Nei, þú kemst ekki hjá því. Það það. Nei, en býtu, vegna þess að sömuleyti erum við að leika okkur við að endurskapa samræðu og segjum það stundum. Þetta svona tilrauna eldurs sem við með Og eitt að því að til dæmis að það vantar ekki meira svona hann segir, hún segir í heiminum. Það sem að menn halda fram skoðunum sínum, heldur það sem að vantar helst að kannski skoðanir okkar eru ekki ígrundaðar kannski neggsamlega. Þess vegna segi ég oft þegar ég afkynna við við höldum áfram að reyna að skilja heiminn og þá erum við að flytja raunverulega þann sem að í hlutverki að búa til fjölmiðlun frá því að vera að koma með einhverjar niðurstöður heldur erum við bara saman í því ég og þú og þess sem að hlusta okkur að reyna að skilja heiminn og stöð okkur í honum vegna að við erum á þeim tímamótum að við ættum frekar að vera þar heldur en að vera hvorum sig að selja sitt hvora snákólíuna sko. Ég meina nóg að því sko og það bara við verðum alltaf heimskar og heimskari því klárari niðurstöðu sem við erum að selja við erum bara sætt okkur við það að við erum afvega leiðst eitthvað stað stórkostlega og við þurfum að fara að leita að einhverjum þráðum til þess að rekja okkur eftir til þess að skilja stöðuna sem að gerast, skilja af hverju hlutinir hafa þessi áhrif á okkur sem þau gera til þess að geta orðið fær til þess að velta fyrir okkur hver væri lausnin. Þannig að það er hugmyndir að færa sko ljóðmælandan við borðið eiginlega mjög langt aftur. Það sem að við erum að reyna að gera hlustandan og áhorfandan samsekan í leit okkar að einhverjum skilningi. Já, þetta bara, amen. Þannig ég var að óska eftir svoleiðis ljóðum sem að það þarf að standa frammi fyrir þessum hörmungar og þú þekkir nú mörg svona helfaraljóð að þau eru ekki öll með eitthvað svona þetta er ekki sjálfshjálparbækur. Það er ekki sagt að þér á að líða svona og svo gerur bara eitthvað svona og ef þetta ekki liði hjá eftir 3 mánuði komst aftur, það er ekki svoleiðis. Nei, og ég er ekki alls ekki að, ég menna þetta er það sem er gerast á Gaza núna hefur náttúrulega mjög djúp áhrif á mörg eitthvað og það er eins og heimurinn verður aldrei samur eftir af því að við erum í einhver leiti samsegðu þessu. Þetta er okkar heimur sem er þetta er okkar helsti getum við sagt bakhjarl getum orðað þannig sem stendur að þessu í raun og veru sko, ekki Ísrael sem slíkt heldur Bandaríkin og rauninleika Evrópusambandalagi sem þetta er okkar heimur sem er í þess vegna sem þetta er svona alveg það hafa verið framinn þjóðamorð í heiminum sem við höfum tekið minna eftir en það er vegna þess að kannski við Það er ekki sambarilega gerandi í það. Nei, nákvæmlega. Og þegar til dæmis maður og Hannes Holmstein segir, akkur talar ekki þjóðamorð í dan, þá hefur enga merkingu af því að þetta er okkar þjóðamorð, þú veist, til að segja á einhvern hátt, sko, þá... Og við getum lagað með okkur fyrir það annarkvort að hafa stutt þetta, hafa látið þetta hjá líða án þess að andmæla. Og svo ef þú andmælir, þá getur líka sagt við og það er því við erum þannig gerðar mannir, að þú gerir aldrei nóg. Nei. Þannig að það er eiginlega, það er svona sálarangistin sem að venjulegt fólk situr uppi með gagnvart Gaza, sem að ég er að svona rétt upp hendur og segja, getur einhver ljóðskald komið og reynt að ná þessu orða þetta einhvern veginn inn í, þannig að þetta sé ekki að brennandi sviði. En svo kannski ég bara... Ég held að þetta eigi að vera brennandi svið, þetta á ekki að vera neitt annað en brennandi svið og ég verð að segja fyrir sjálfa mig og nú bara svona játning, ég á óbúslega erfitt með að tjá mig þetta af því að sem sagt, eða þú veist, skilurðu eitthvað opinberlega af því að mér finnst ég
þá myndi ég finnst og kannski ranglega, nú ég bara, ég bara fabular sjálfa, mér finnst kannski eins og þess að belgja mig út á kostnað þessara þjáninga og segja með þessum sem sagt, ég eitt sem segir svona, sko, sem sagt, og kannski er þetta heimskulega að hugsa hjá mér, ég kemst ekki alveg í gegnum þá heimska kannski að ég vil... Það vantar ljóðin til þess að tala inn í þennan heim. Já, mér vantar kannski, þú veist, þegar maður þegar maður vill yrkja ljóð, þá er maður einhver leita að horfa á heiminn og bjóða öðrum að horfa á heiminn út frá sínum sjónarhóli. En mér finnst ég næstum ekki þess verður að segja, ok, þið verið að horfa á þessar hörmungar út frá mínum sjónarhóli af því að ég hef ekkert að segja, hörmungar að segja svo mikið sjálfur. Þá ertu ekki ráð fyrir því að ljóðmælandi sé alltaf eins og svona frekur og það er bara, þetta er svona mál sem þetta er eins og sagt kallar ekki að tala feminisma, nú er komið tími til ykkur að þegja í nokkra kynslóðir og það náttúrulega gengur ekki til lengdar að það mál séu bara málsaðila en við skiljum ekki hina, sko, það væri svo við bara, það eiginlega gengur ekki, sko. Nei. Það er svo afstæð, og það að búa til rödd fyrir þann sem er ekki aðili og er ekki að fá yfir þess allar hörmungunar, heldur er þetta bara innri sársauki og bara svo veigalítill að ég bara vil ekki orðan í samanburði við sársauka sem þið eru að lifa, en við til þess að halda sönsum verðum við einhvern veginn samt að orðan, sko, til þess að skilja hvað er að koma yfir okkur. Já, það er kannski þú hefur að rétt að standa, sko. Þetta er svona einhverja tvær... Þú ætlar ekki að koma með ljóðið sem er að benda. Jú, ég vil það gjarnan, sko, og en svo sett, þá vil ég að skipti máli. Ég vil ekki að sé eitthvað sem sagt, að þú veist, ég vil forðast að sem sagt, þennan kannski sem getur henta að ég sé að upphefja mig á einhvern hátt þannig að ef ég get losna algjörlega sjálfa mig úr þessari Þá getur ekki orð, náttúrulega. Nei. Það er alltaf þú sem virkir. Já, ég veit það. Þetta er okkur vantar ekki fleiri skýrslur sem reyna að vera hlutlausar og skilja mennskuna eftir í fatahenginu, okkur vantar ekki meira því, okkur vantar meira mennsku, sko. Og þessi breyskir menn sem hafa rödd, sko. Já, það er rétt. Þú er rétt að standa. Ég er bara ekki alveg búin að ráða fram úr þessu sem En þú ert ekki eftir að ég er með smá leik, sko, að pislahöfundurinn, ljóðskáldið og flytjandinn og trúbadurinn. Þetta sé svona einhver leiti sambarlegt hlutverk og það að þessi pislar með þeim hætti sem að þú gerðir og hafa síðan átt svona heima á Rás 1, ég held að þetta sé nú ekki víðar annars staðar. Nei, ekki. Sem er svona ljóðmælispistill, sem er svona aría eða innra tal sálarinnar svipað og sem er svona tilraun til þess að tala inn einhverja merkingu í óróa samfélagsins eins og Eiríkur gerði oft en líka hann gerði bara óróleika hjartans eins og þú gerðir og óróleika í tilvistarupplifinni og allir þessu. Þannig er verið að þetta er að sumuleyti það sem að Björn var að tala að okkur vanti í samfélaginu. Já. Sem að hann segir þessi hluti af svona þroska samfélagsins og einstaklingana að það er ekki allt saman í einhverju svona hvað ég segja, svona vísindalegri niðurstöðu. Nei. Það er ekki þannig. Nei. Ég verð að segja þegar ég bý til texta, hvernig það sem ég bý til, hvort sem er þessir útvarpspislar eða eitthvað svona þá ég hafði myndi verið að spyrja mig þess að svona kemur þetta upp í hugan, þá sem sagt nota ég rauninni aldrei rökhugsunni til að stjórna textanum og sem sagt og umfram allt passa ég mig á að vera ekki að manipulera með merkinguna. Ég er sjálfur veit ekki hver merkingin er og kannski þetta lag sem ég var að syngja á hann, ég mann þegar ég var búið til textan og ég skemmti mig vel, sko, og þetta sé kannski bildi
getum við sagt, alvarlegu texti af því ég Svolítið vissi... dark. Hvað þurfið? Þetta er svolítið dark. Já, en ég vissi ekkert hvað í anskutanum þetta myndi leiða mig. Ég byrjaði bara á fyrsta og einhvers konar óljós hugmyndum mann sem fer til að skjóta svani. Og ég hafði ekki minnstu hugmyndum hvert þetta myndi leiða og ég bjó bara til eitt erindi í einu, sko, var ekki og mér fannst ég geta bjargað sig en ég var svo sett ekki beinlega hræddur af því að ég menna ef þetta hefði misheppnast þessi texti þá hefði verið allt í lagi, sko, það er ekkit það hefði ekkit stór slys verið þá ég bara En er þetta ekki það sama og Björn var að segja að við þurfum að orða kenndir sem við höfum, þannig hafður ykkur kend sem að þú síðan rýpir til texta og veist ekkert hvað þetta er að leiða þig. Nei. En ástæðan er svo að þú ert að reyna að orða eitthvað sem er raunverulegt en er óorðað. Já, eitthvað sem að einhverja tilfinningar sem að eru þarna og ég held að það sé, myndi segja að það væri svolítið ég veit ekki, það er allavega eins og ég horfa að þegar maður gerir einhver texta sem á að hafa áhrif eða sem að maður eða ekkert á að hafa áhrif heldur er bara í þessari hefð sem að getum við sagt þá ef maður fer að hugsa ef maður manipulerar með textunum hugsa ég ætla að búa til texta til þess að fólk skilja svona þá held ég að mann búið til dauðan texta fyrir að þá er maður búin að gefa sér niðurstöðuna þetta er pínlítið það sama og eða svona pínlítið það sama að þegar maður er búin að ákveða rímorðið fyrirfram og svo býr maður eitthvað til þess að enda á því sem maður er búin að ákveða Heilin er ekkit gott skáld og egóið er alveg örugglega ekki Nei, egóið má bara hafa sig hægt. Herðu, að þetta er síðasti liðurinn í þættinum okkur á 50. og framöndan er helgi, við verum á morgun með vikuskamt og svo verum við helgispjall. Já. Ég held að Hilmir Snær, leikari, ætla að koma til mín á laugardagsmorgunin. Að ef ekki enda á einu lagi, eftir ekki til að finna eitt lagi viðbót meðan að ég horfi aðeins í kameruna og kveði áhorfendur. Allt í lagi. Ég sem sagt þá kemur aðeins færi til þess að loka því ég ætla bara að enda á laginu þínu og ég ætla að þakka Jóni Halli og öllu gestunum sem hafa hingað komið og Birni Þorláks og Maríu Lilju fyrir að taka viðtöl og segja fréttir með mér fyrir í kvöld en ykkur þakka ég mest sem hafa sittið heima eða í bílnum eða hvað sem þið eru og verið að hlusta og horfa og breytt þessu spjall okkar í fjölmiðlum. Ég minni á að þið hafið byggt upp dreifikerfi samstöðuna bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar og þá getur fólki fundið það á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarpssveitum, bæði undir nafni Samstöðunar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á Stórhöfuðborgarsvæðinu 89,1 á FM, en svo má líka sækja þær útvarpssendingar á spilarann, spilari.is á netinu, en spilari líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á Samstöðun og allar íslensku útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, þær eru númer 5 af fjarstýringunni, kannski ef þú vill, veit það ekki. Mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum upp á efni frá Samstöðunni sem er 24 tíma svo lengur 7 daga vikunnar, allan ásins ring, samfélagsumræðu við þetta rauða borð og í öðrum þáttum Samstöðunnar. Það sem drífur Samstöðuna áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifundur. Þar fáum við aflið til þess að byggja Samstöðun upp og okkur langar til þess að halda því áfram. Ef að þú vilt slást í þann hóp, þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, þá getur þú skráðið fyrir 2750 sem er grunn áskriftin, sem mér er sagt að sé hlægilega lágt verð með við allt efni sem við búum hérna til. En því megi borga meira þið viljið og þeir sem er kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðuna til tilraunaverkefni, ekki bara í því hvernig við búum til efnið, heldur líka rekstrarformið, tilraun hvort að við getum í sameiningu búið til öflugan umræðuvettvang og fjölmiðil sem er laus kannski undir ógnarvaldi, auglýsenda og ríkakalsins sem er að kaupa upp alla fjölmiðla á Íslandi. En þetta er búið hjá okkur í bili í kvöld. Við verðum hérna eins og ég sagði áðan með vikuskamt klukkan 4 í eftirmiddaginn á morgun. En ég ætla bara að kveðja ykkur núna og Jón Hallur ætlar að enda þáttinn með fögrum tónum eins og settir. Fyrir svo. Framtíð mannkins heitir þetta lag sem ég ætla að spila. Ég voni muni, ég kann nú ekkert ukulele, en ég er eini.
Í blárri möppu á efstu hillunni, í bókaskapnum undir syllunni, bungi af ljósmyndum af Hildikunni. En ég vil frekar tala taumlausan heim, trosnaðan reim, fjórvíðan geim, vangi fugla lágmál frumskógarins, framtíð mannkyns. Kynna mér aflægið af Madagaskar, mörgæsapar, veröld sem var, afstæðiskenningun og furður hafsins, framtíð mannkyns. La 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 la. La 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 la. Hún sagði ég væri meiri maðurinn, einn morgun þegar ég kom glaðurinn og myndan á hver væri staðurinn minn. En ég vil frekar hugsa hreindýralíf, hispurslaus líf, bakka og hníf, framfærin í kímum fræða heimsins, framtíð mannkyns. Kynna mér að bara svo efnaðsmál, æðandi bál, sterkara stál, forsöndu fjölmenninga samfélagsins, framtíð mannkyns. La 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 la. La 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 la. Hún vinkaði með hvítum vasaklút, vorið þegar hún flutti alfarinn út. Ég stóð á jörðinni með hjartað í hnút. Ég hugsa fót í rauðum skóm í grænu grasi og gamall lag húsungið af Albert Lee. Að vera með fangið fullt af birtu var bara fasi. Ég fann ekki leiðina til að viðhalda því. Allt fór í vaskinn fyrsta sumarið fyrir vestan. Veturinn eftir gerðist fyrstan að svo hitt. Ósjúr ósýnilegur fyrst en svo sést hann. Sólin vill ekki lengur skína á brauðið mitt. La 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 la. La 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 la. Kærar Takk. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.